Góðan daginn, ég heiti Stefán og ég ætla að kenna þér bara mjög auðvelt dæmi bara að þáttun í 2 svega. Þá þú sér hérna með dæmi x í öðru plus 7x plus 12. Bara mjög auðvelt og simpel dæmi, það er fínt dæmi til að byrja á. Og það sem við þurfum að byrja að gera, við þurfum að leita tveimur tölum sem leggja saman í 7 og margfaldast í 12. Og bara 7 og 12. Það er bara frekar auðvelt, það er bara 3 plus 4, það er saman sem 7, bara saman þessi tala. Síðan erum við með 3 sinnum 4, það er saman sem 12, það er þessi tala. Og þá erum við bara komið með allt sem við þurfum og þá setjum við þetta bara í 2 svega. Þá setjum við x í fyrsta svegan, af því þetta er x í öðru og þá fer það væntanlega líka í hinn svegan. Síðan setjum við 3 hérna og þá er næstu svigi, þá er það x plus 4 og þá er bara komið dæmi og síðan ef við reiknum úr hérna sveganum þá fáum við nákvæmlega þessa hérna x í öðru plus 7x plus 12. Já, ég heiti Guðmann og ég ætla að útskýra svona aðeins flóknari gerð af dæminu sem við vorum að gera á undan þessu. En þá erum við með x í öðru minus x minus 20 og þá þurfum við að byrja á að finna tölur sem að leggjast saman sem verða þá minus 1 af því að x bara start, það er basically að sama á 1. Þannig að ef við tökum til dæmis 4 og minus 5 þá erum við komið með minus 1 og síðan margfaldast 4 sinnum minus 5 það verður þá minus 20 og þá setjum við þetta í 2 svega hérna x plus, af því að það er ekki mínus fyrir fram á fjarkan, plus 4 lokasvega og þá kemur x hérna minus 5 og já, þá erum við komið með það. Ég heiti Ragnar og ég ætla að kenna ykkur þátta út fyrir svega. Við byrjum bara á því að mínusa þessar 2 tölur saman sem verður þá bara 5x út af x í öðru minus x er x og 15 minus 20 er 5. Síðan gerum við svega. Síðan þurfum við að finna einhver tölu hér sem margfaldast sinnum þessi sem verður að þessari sem verður þá bara 3 út af 3 sem 5 er 15. En þetta er líka x-veldi út af þetta er í öðru veldi. Síðan þurfum við bara að finna einhver tölu sem margfaldast með þessari svo að verði að minus 20 sem verður þá bara minus 4. Síðan lókum við bara sveganum. Ástæðan okkur að 3x er hér, þetta 3x sinnum 5x verða bara 15x í öðru og 5 sinnum minus 4 verða minus 20. Þá erum við bara að lesa dæmi. Ok, nú ætla ég að segja frá því hvenær við notum þáttun og það má nota þáttun þegar maður vill til dæmis auðvelda jöfnur og líka leysa annarstigs jöfnur og síðan er líka gott að þátta þegar maður vill mæta sama þætti í teljara og nefnara og síðan er líka gott að einfalda fall með margliði. Þáttun breytir flókinni margliði í margfeldi sem er oft miklu auðveldara að vinna með. Daginn, nú er ég með bara eiginlega alveg eins dæmi og Raggi með hann. Þetta er bara alveg, það eru sömu tölur og allt. Bara einu munurinn er formerki. Hérna erum við mínus í staðinn plus. Og dæmi breytist alveg talsvert á því að, já. En bara eins og í hinu dæminu, þá byrjum við bara á að finna eitthvað sem leggur saman til að fá minus 5 og margfaldar til að fá minus 6. Þá gerði ég minus 6 plus 1 er saman sem minus 5 og 6 sinnum minus 1, það er minus 6 og þá erum við komið með allt sem við þurfum. Þá bara setjum við inn í svegan. Þá erum við með x, það er þá minus 6, við erum með það og síðan erum við með plus 1 og síðan ef þú reiknar úr þessu svega þá ætti maður að fá sama dæmi. Já, takk fyrir.